Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, við ætlum að halda áfram með geðverndarmálið sem var til umræðu í gær. Þá var hún hér Harpa Henrysdóttir og sonur hennar Hjörtur. Þau sögu af fíkn og hvernig þau þurftu að leita út fyrir landsteinana til þess að drengurinn kæmist í meðferð. Og það var svona nánast eins og tilviljun hefði orðið til þess að Harpa og pabbi stráksins fengu endurgreiddar 11 milljónir króna sem kostaði að senda strákinn í meðferð til Hollands. Og Harpa velti upp svona áleitnum spurningum í þessu viðtali. Og hún ekki hætt vegna þess að í dag þá sé ég þá Facebook síðu hennar að hún að deila þessu viðtali sem að ég tók við þau mæðgin í gær og spyr ýmissa spurninga og hann Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Hjálpar þakkaði fyrir komin hingað að rauða borðinu svona til þess að bregðast við suma því sem kom fram í gær. Vertu velkomin, Grímur. Takk. Þú náður ekki að sjá viðtalið, skils mér á þér, en það kom sem sagt nafnið kom upp í gær. Hún talaði ákveðna aðstoð. Getur það eitthvað, viltu ræða það? Hvernig þú komst að því? Fólk sem leita til okkar vegna mála, það er svona eins og í rauninni, og ég veit vantarlega hún hefur lýst því að það eru einstaklingar hér sem eru með vanda eða búa með einhvern vanda og fá í rauninni ekkert svar, fá hvergi viðandi þjónustu, hvort sem það vegna biðlistaðana, en svo kannski biðlistinn engin biðlisti og þú kemst í einhverju þjónustu sem ekki viðeigandi. Eða viðunandi, myndi ég nú segja frekar, viðunandi þjónusta og þegar það og það bara eins í að því að við tölum geðheilbrigðismál sem heilbrigðismál og í þeirri stöðu þá ætti auðvitað að líta á þau eins og hver önnur heilbrigðismál. Og fíkn geðsjúkdómur. Já. Fíkn bara, það geðheilbrigðismál og einstaklingar sem eru í vanda og fá ekki þjónustu hér í til dæmis svo getur við sagt með krabbamein eða hjartavanda eða hvað það að þetta fólk hefur í mörg ár og áratugi farið, við vorum með samninga við að því við erum bara lítið land þannig að þú fórst á spítala í Danmörku eða fórst á spítala til Bandaríkjanna, Svíþjóðar og annað að geðið hefur verið fyrir utan þetta svo lítið þrátt fyrir að við vitum svo vel að það þjónusta sem ekki veitt þar og því miður og mikið af fólki sem líður fyrir það og það ekki út af því að fólki ekki geðheilbrigðisþjónustuna en við bara erum lítið land og höfum forgangsraðað með ákveðnum hætti. En eitthvað spila nú inn í þetta fordómar, er það ekki? Jú, og það sem við erum að benda á kannski að þegar að þú ert með hjartavanda eða eitthvað slíkt og ferðið eitthvað annan vanda sem ekki hægt að leysa hér og þá hefur það sem við kalla siglingarnefnd, sjúkratrygginga komið inn í og hjálpa fólki að fara erlendis í einhverja meðferð. Og það hefur ekki verið í geðinu. Þetta í rauninni kannski þetta mál sem þú varst að tala í gær eitt að ég held fyrsta málið það sem geðvandi tekin og viðurkenndur og þó greiddur með þessum hætti. Það eitthvað kannski einhver... Já, hún heldur að Hjörtur sé fyrsta barnið sem fer utan í þessu skyni og fær endurgreiðslu. Já, mér finnst það líklegt en ég ætla ekki að fullyrða það því en þetta gerist ekki en það auðvitað mikilvægt að þú geti leitað að því þú veist, þegar við förum yfir og nú talað þessa stöðu hér á Íslandi einhver hluta vegna þá þetta helsta dánarórsök ungs fólks, ungra karlmanna sérstaklega það geðvandi að þú veist, ef við tökum
á aldurinn 18 eða 18 til 29 ára eða 30 ára að það 58% þeirra sem að deyja á þessum aldri, þeir deyja úr ofstórum skammti eða sjálfsvígi. Þannig að það ekkert smáræði. Nei, það ekkert smáræði. Þarna deyr alveg, þetta ekki einn og einn, þetta eru margir tugir. Við tökum síðustu 10 árum að það eru mörg hundru manns, svona yngri en 44 sem hafa dáið úr geðsjúkdómum. Og það þetta eitthvað sem er alvarlegt og þá spyr maður sig af hverju þetta svona, þú veist, auðvitað kostar þetta peninga en samfélag sem ætlar að láta taka sig alvarlega og líka reyndar teljum við að vandinn liggi nú kannski helst í því að við erum ekki fyrir þess við köllum fyrir ofan enn foss. Við erum alltaf þarna fyrir neðan enn foss. Þegar barn búið að til dæmis ganga í gegnum langan tíma, kannski mikið einelti, mikill vandi, vanlíðan og annað sem að stafar af einhverju oftar en ekki, sem er utanakomandi, ekki beinlínis, það ekkert inn í þér. Það getur verið utanakomandi og þessir utanakomandi þættir við eigum að geta unni með þá og ef það eitthvað sem nú alltaf komið ljós meira og meira að þetta genatíska miklu minna en við heldum alltaf þetta ráðandi að ég með þetta gen og þessni drekk ég eða þú veist, það þetta ákveðni veikleikar og ýmislegt annað ábyrjum við erum þannig týpur sumir svona byggður allavega en þetta meira og meira að koma í ljós að þetta utanakomandi áhrif og þegar þau veist, og við erum svo lítið að gera í því að búa vel hnútana búa þannig hnútana að börnum líði betur að fjölskyldum líði betur að þeim gangi betur að vera saman og alveg börn. Það sem mér fannst einna mest sláandi við upplýsingarnar sem framkomu í viðtalinu í gær var að þarna barn bara 13 ára gamalt og við sem sagt kynnumst í og heyrðum það hvernig sjálfskaða elementið mjög alvarlegt og þau töluðum sjúkraflug eftir sjálfsvígstilraun frá Ísafirði til Reykjavíkur sem að gengur langt sko og barnið í mjög bráðri hættu og það fer á bugl þar í einhverja daga og síðan fá þau þær upplýsingar að hann komist að í kerfinu en þurfa að bíða 8 mánuði og algjört gat þá í nokkurri þjónustu í heila 8 mánuði á sama tíma og mammans og aðstandendur eru hætt að sofa vegna þess að þau þora varla að líta á honum og þetta ástand sem við höfum oft heyrt talað þegar svona alvara á ferð í ljósi þess að við gerum allt sem við getum til þess að bjarga lífi barnanna okkar þá sem sagt ákveða þau foreldrarnir að drengurinn þurfa að fá meðferð strax enginn hefur tíma til þess að bíða í 8 mánuði þegar bara hver dagur getur skipt sköpum lífið eða dauða og þau í rauninni leggja út í þetta ferðalag í fullkominu óvissu það að þau fái nokkuð endurgreitt hún selur húsið sitt og allt það en það þessir 8 mánuðir og þarna barn sem augljóslega mjög illa statt sem að ég held að við öll stöldrum við hvar forgangsröðunin ef 13 ára barn í þessum vanda fær ekki akút þjónustu 1, 2, 3 og góða þjónustu. Já, það var nú spyrjir og við höfum bent á það í langan tíma. Það sem ég var að tala þennan foss og það myndlíking. Við ef við horfum á Jökulsá á fjöllum, hvaðan kemur hún? Hún kemur úr Dyngjujökli og þú horfir á loftmynd af Dyngjujökli og horfir á þá sérðu svona marga þræði sem liggja og verða síðan smá saman að fljóti sem fer síðan og rennur þarna niður og undir brú fram hjá Grímsstöðum og fjöllum og fer svo í fossinn og þaðan liggur leið þess út í fjörðinn flóan, fjörðinn, hvað það og við erum mjög mikið að vinna með líf fólks þarna í fjörunni eða svona í allana fyrir neðan fossinn og það þetta við erum ekki að setja þetta veist, farsældin falleg hugmynd og hún var enda tekin rá upp frá Skotlandi og innleidd hér en hún samt falleg hugmynd og hún ráðherran þar
hann var þó að reyna, hann bara benda á það, hann bendi á að þetta kostaði samfélagið 100 milljarða að börnin okkar sem áföll þeirra kosta samfélag hverju ári 100 milljarða. Af því við sjáum þau í öllu þessu, fangelsin eru fulla af fólki, líkhúsin og allt þetta fulla af fólki, geðdeildirnar, allar þessi sérdeildir, öll þessi úrræði, öll þessi meðferðarúrræði, þetta allt saman meira og minna krakkar sem eru full af áföllum og einhverju, hvort sem að það er heima hjá sér eða út í samfélaginu eða hvað það er. Þarna erum við bara ekki að segja, þetta er aðalmálið. Þarna standa ekki 33 stjórnar, eða hvað eru 28 stjórnarandstöðu þingmenn, eða hvað þeir eru, eða stjórnarliðar, eða hverjir sem er á þingi, á hverjum tíma sem er, í málþói. Til þess að koma einhverju í gegn sem muni breyta einhverju raunverulega þarna. Við förum í 120 milljónir eða 500 milljónir, það er svona það sem við getum svona verið að setja á nokkrum árum í eitthvað. Okkur vantar að setjast almennilega yfir þetta og það þýðir ekkert að segja að þetta sé þetta er ekkert bara einhverju pólitíkus nútíma sem kenna, þetta er okkur öllum sem samfélagi að kenna. Þetta er ekki forgangsröðunin. Og við erum oft talað ég benda á, akkur eru foreldrar í Ráðhúsinu að mótmæla því að koma ekki börnunum sínum fyrr á leikskóla. Akkur erum við ekki sem samfélagi, ég sem foreldri og við öll að mótmæla því að við getum ekki verið í smá stund með þessum börnum. Af því að það er bara ekki hægt í þessu samfélagi. Það kostar leiga, húsnæði, vextir, allt þetta er auðvitað hræðilegt, en akkur erum við ekki bara að horfa á þetta sem lykilinn. En við erum að sinna því sem okkur er best og kærast á þeim tíma sem það er mikilvægast. Og það er alveg í byrjun. Það er bara þegar á meðgöngunni, hvernig líður okkur þar? Eru áhyggjurnar miklar, er streitan mikil, er vinnuálagið mikið, veit maður eitthvað hvað maður að fara út í? Er einhver sem að kennir okkur það? Er þetta eins og í gamla daga langama á efri hæðinni? Nei, það er ekki þannig. Þessu þurfum við að hugla, við þurfum að breyta öllu þessu. Síðan þegar barnið kemur, hvað erum við að styðja þessa foreldra? Síðan þegar það kom í leikskóla allt þetta. Og auðvitað þurfa svo þessi úrræði fyrir neðan þennan foss, bugl, stuðlar, allstað það sem við erum að vista börn. Við gerum það reyndar hér voða mikið með því að ráða einkaaðila til þess. Sveitarfélögin eru mikið að gera það og það er alveg sama hvað kom margar skýrslur frá umboðsmanni Alþingis um það að það sé pottur brotin á þessum stöðum. Hvað gerum við? Við gerum lítið. Þetta er myndin. En henni verður ekki breytt fyrir að við öll segjum við ætlum að breyta henni. Þetta er forgangurinn. Ekki kílómetragjald eða Ölfusárbrú eða eitthvað sem við förum að rífast Samgöngu áætlun sem við grátum og erum bara alveg miður okkar út af. Ég er alveg, skil algjörlega fólkið á Seyðisfirði og ég skil algjörlega fólkið á Siglufirði og allt þetta. En lykillinn að þessu er samt það, hvað er fyrsta sætið? Hvað er í fyrsta sæti? Ætti það ekki að vera þetta? Eða þurfum við alltaf að vera með börn í 33. sæti fyrir neðan orgelið í Patreksfjarðarkirkju eða eitthvað svoleiðis? En þó ekki öll börn vegna þess að barn sem væri að blæða út með opið sár, það er ekki sagt við það, þú verður að bíða í 8 mánuði. Nei. En barn sem er að blæða út sálarlega, innvortis, við getum geymt það í 8 mánuði. Þetta er bara nákvæmlega. Það eru þetta þessi forgangsröðun í geðheilbrigðiskerfið er ekki forgangsröða mjög hátt hér. Það er alveg vitað. Það horfa allir á það þegar við byggðum þennan nýja meðferðarkjarna, þá var strokkað út geðdeildin, reynda kvennadeildin líka, en geðdeildin sem er mjög mikilvæg að það sé aðlaðandi og gott að vera því að það er bara þannig að þú ætla að liggja þar. Hvað finnst þér um það? Það lýsir bara okkar kannski bæði svona innbyggðum fordómum og líka bara það skömm yfir því hvernig sumt er en það lýsir líka bara það lýsir bara hvað þetta er einmitt þarna með Patreksfjarðarkirkju orgelinu eða eitthvað sem er mjög mikilvægt líka það er bara eitthvað, við erum ekki komin lengra. Nei. Við erum reyndar komin lengra núna. Við erum að ræða þetta hér og við erum að ræða þetta mjög víða. En við þurfum svona að vakna með þetta og segja þetta er nefnilega þessu verður ekki breytt bara með því að einhver seti milljarð í eitthvað. Þetta er bara þannig við þurfum að taka allt samfélagið til þess að breyta þessu raunverulega. Því þetta er ekki geðvænt samfélag. Geðvænt samfélag það gerir það verkum að það er gott
það er betra búið í. Það er meiri svona nánd, samkennd, það er ekki svona þetta rifrildi, þessi fjandskapur, þetta sem við erum búin að hleypa inn til okkar, við erum búin að gera það í gegnum samfélagsmiðla og fleira. Það er þessi stöðuga polarisering á alla hluti og alla kanta. Það veldur því að við erum með fleiri sem að líður ekki vel. Og ef foreldrum líður ekki vel og ef síðan að sinna börnunum sínum, þá líður ekki endilega börnunum vel. Þetta er að keðjan, þetta er ekki bara að bjarga einu barni, það þarf einhvern veginn að vera þannig að fólki sem á þessum börn að þeim líði líka vel. Það var einn mjög uppbyggjandi kafli í þessu samtali í gær að strákurinn fór allmörgum orðum yfir það hvernig svona meðferð virkar og jafnvel þótt hann ætti eftir að falla en náði sér svo aftur á strik. Þá var hann tækjum og tólum búinn eftir þessa meðferð í Hollandi sem að gerði honum svo kleift til þess að ná aftur vopnum sínum og nú er það jafningjastarfið að hann hittir aðra krakka, annað ungt fólk á líkureki sem deilir þessum vanda. Þetta er jú að nokkru leyti aðferðafræði ekki satt og þetta er svona þetta eru hlutir sem eru kannski sumpart aðeins óþreifanlegri heldur en margt annað en mér fannst mjög gott að heyra svona ungan einstakling reyna að útskýra fyrir okkur í hverju meðferðarstarf helst og hvað það getur skipt miklum sköpum og það er svona sko ég er alki þú ert alki, er það ekki? Eða hvað? Jú. Já, og þess vegna finnst mér auðvelt að ræða þessi mál við hérna barn eins og þetta ungmenni er og við skiljum þetta vel en hvernig erum við að missa einhver tækifæri til þess að hérna tala meira mikilvægi meðferðana og að þær raunverulega bjargi mannslífum frekar en að vera endalaust að tala pillur og fjölga lyfjum og allt það jafn mikilvægt og það nú er. Sko, það er enda búin að vera mikil vakning hér á Íslandi síðastliðin ár og er enda lengur en svona hún er búin að skila sig meira núna. Það hafa verið samtök í hugarafl og geðhjálp og fleiri hafa verið mjög upptekin af jafningjum. Já. Sko það sem að reynslu, að fólk með reynslu og það sé í rauninni betra eða gott að hafa það í starfi og það er núna, það er með til dæmis Traustur kjarni sem er svona félagasamtök sem að stuðla að menntun jafningja með námskeiðum og annað og þessi jafningjar eru núna farin að starfa í kerfinu. Þeir eru komnir inn á Landspítal og það er verið að fjölga þá og þá má segja Landspítalinn til hrós núna, það er verið að fjölga inn á geðdeildum og þau hafa verið bara svona opin fyrir því og það er mikið og gott samtal sem við höfum átt við þau og það er miklu fleiri komnir þar inn. Þeir ætti að vera tölvert fleiri að sjálfsögðu. En þetta er svona, fólk er að skilja mikilvægi jafningja. Geðhjálp er að fara að opna það sem heitir skjólshús á næsta ári og það er rauninni úrræði þess að þú kemur á þínum forsendum og eina fólki sem starfa þar eru jafningjar. Og þú ert þar í alltaf viku til 2 vikur í senn. Þetta er fólk sem er í einhvers konar krísu, allir í krísu. Við erum nefnilega meira og minna öll í krísu en við förum óbúslega lengt með það. Já, það er, þú veist, við þurfum kannski ekki og það er auðvitað þetta sem er svo mikilvægt að vera með einhvers konar þjónustu í samfélaginu. Geðþjónusta út í samfélaginu, samfélagsgeðþjónusta og þetta sem að hann er að lýsa svona nálgun, þegar þú hittir annan einstakling sem að er kannski búin að ganga nákvæmlega gegn það sama þú en hefur reynslu á að kljást við hluti og getur hlustað það er mikill galdur í því og þessi galdur hann er miklu lengri heldur en sko 12 sporasamtök þau tóka þetta upp úr bæði trúarhreyfingar allara alda hafa notað mikið af þessum vopnum í þetta, ekki vopnum þetta er svona verið þeirra leið það er þetta samtal og samhygð og annað þegar þetta virkar ekki einhver svona vísifingursdæmi og leita þannig að reyna að hjálpa fólki og það er mjög gott
þessi aðferðafræði mjög góð og hérna hún hefur nú búið rannsakana, það búið að rannsaka að þetta skilar árangri. Alveg eins og það búið að rannsaka hvað lyf skila árangri og hvaða lyf, og hvernig þau skila ekki árangri. Og það alltaf stærri og stærri hluti einstaklingar sem fann að átta sig á því að þeir þurfa að gera miklu meira heldur en að taka inn þessi lyf og jafnvel eru lyfin geta verið hamlandi til lengri tíma og það þarf að vera miklu fjölbreyttari nálgun. Já, í þessu samhengi dettur mér í huga að því ég skrifaði einu sinni bók dauðan að það, fyrir nokkrum árum þá svona var vakning í því að sérstaklega ef dauðinn mjög sár eða þú missir barn eða maka, við erum að tala fólk sem fellur langt aldur fram að þá eru hér sorgarsamtök einmitt þar sem að aðstandendur hinna látnu koma saman og það að það séu margir syrgjendur að gera grín að lífinu og þetta ekki bara sorg og sút, þetta bara það allt þarna sko það hefur hjálpað ótrúlega mörgum og ég held að sé aukning þarna. Já, sorgarmiðstöð eru bara mjög góð samtök og líka sérstaklega því við erum búin að útvista sko bæði barnæsku einhver leyti og líka ellinni og dauðanum og þú veist á dauðanum bara almennt að þetta hluti sem að þegar maður leiðan sem að fer inn á 17. og 18. öld og 19. öldina þú veist að horfa á þú veist það var bara þannig að það voru svo litla líkur að maður yrði meira en svona 35 ára sko meðalaldurum reyndar var meðalaldurum og þú lifðir af æskuna og þá var kannski áttur möguleika að verða þarna 70-80 ára jafnvel en það dó bara svo mikið af fólki og þetta var bara svona daglegu gangur og maður var í tengslum við þetta síðan hverfur þetta og það eins með æskuna við erum svo með svo lítinn skilning á þú veist, þetta var, börn voru á heimilum og börn kom í heiminn á heimilum og þar var einhver svona viska forfeðra og kynnslóða að ganga á milli en núna við bara 2 uppi eða 2 eða 2 í Grafarvogi eða 1 með barninu og vitum í raun ekkert nema að googlum og fórum að mæðratips eða eitthvað svona til þess að finna út úr þessu og þetta þetta hluti af þessu öllu og svo kemur alveg bara allt þetta, þú veist, öll þessi áföll lífsins það þarf að takast á þau, ég ekki viss að það verið betra þegar langa við minn stakk börnunum sínum í skafl sem að dóu með viku millibili og síðan tók hann gröf þegar þiðnaði jörð mörgum vikum síðar og ég ekki viss að það sú hugmynd eða sá heimur sem þangað sem við viljum fara og menn bitu bara á jaxlinn og kyngdu og fengu svo bara væntanlega krabbamein á endanum sko. Og eitt dæmi sem ég rifjast upp fyrir mig núna að það dó barn í íslenskri sveit ekkert fyrir svo langa löngu og systkinið sem eftir satt foreldrar þeirra sögðu systurinni ekki frá því að drengurinn væri dáinn. Nei. Hann bara hvarf bara í hennar lífi af því að oft hefur það verið þannig að við höfum bara ekki rætt dauðann, við höfum bara látið eins og hann sé ekki til með ýmsum skaðlegum afleiðingum eðlilega. Sama þetta. Þarna lína á milli, hvort sem við erum að tala fíkn, geðheilbrigði, dauðann eða hvað þetta Já, þetta sko, það svolítið sérstakt með þetta að við tölum geðheilbrigðismál sem ég var að segja, þetta eru heilbrigðismál. En það samt alltaf þannig að það einhvern veginn í okkur og þetta kannski bara mjög mennst að þeir hittir eitthvað sem að passar ekki inn í kassan skrítinn eða eitthvað óþægilegur að þá svo fljótt farið í hagaði þér þú veist, ef þetta heilbrigðismál, heilbrigðisvandi og það nefnilega þetta bara þessi grunnfordómar og þetta í veislunum, við segjum ekki frá því hvað hann Siggi, hann í fangelsi og eitthvað eða hann þarna, við bara svona sussum og það farið svona bak við tabú, já bara farið eitthvað svona, hvað segir mér tabú umræða, nákvæmlega og við þurfum að fara átt okkur á því að það bætir ekki neitt ef við, þú veist, þegar við innstinni trúum því að þetta sé bara hegðunarvandi og þetta sé bara ræfildómur og ömjíkskapur það þangað sem við þurfum að fara upp úr því en það ekki þar með sagt að ég líti á þetta sem þennan svona heilasjúkdóm sem alltaf sagt allt þetta
Ég held að þetta sé eins og svona, það eru fleiri og það búið að rannsaka það, það allavega, og það búið að rannsaka það sem var einu sinni haldið fram bara fyrir kannski 20 árum, þá var alltaf verið að taka genin okkar, það var stóra gulleggi okkar sem mjög gott að rannsaka ýmislegt, það var að leita þessum samhengi hlutana, þú ert geðveiki mömmu þinnar og pappa eins og þá eru þú 1000 sinnum líklegri til þess að eitthvað, þessi margfeldi að minnka mjög mikið, þetta orðið miklu minna heldur en það var og bara menn fannir að segja upp átt. Þetta eru umhverfisþættirnir sem hafa meiri áhrif heldur en við höldum. Og við þurfum að laga þessu umhverfisþætti því þeir veikja okkur en það ekki þar með sagt að þau stafi að því að við séum í eðli okkar sjúk. Nei. En við þurfum að breyta þessu. Við þurfum að breyta þessu. Annað sem að mér fannst mjög gott að koma fram í gær að þessi jafningjagrunnur að þú sért með net fólk sem að þú lærir að treysta og að líkurnar á falli, líkurnar á því að þú gefist upp á tilhugsunum að vera edrú vegna þess að þú ert svo vanur að deyfa þig. Og við vitum það að því yngri sem þú ert, því meiri þessi sorg sem þú þarft að fara í gegnum. Hugmyndin get ég aldrei flúið oftar inn í þennan heim, get ég aldrei deyft mig. Bara skelfingin að ákveða að verða edrú. Þú kannski veist að þú ert að bjarga lífið þínu, en til hvers verður lifað, spyrðu. Og mér fannst mjög magnað hvernig drengurinn fór yfir það líka að ef þú ert með þéttriði net jafningja og þú segir upp á hugsanir þínar og eitthvað svona, þá eru meiri líkur á að þeir bregðist þannig við að stór minnki líkurnar á falli eða sjálfsvorkunni eins og oft talað á meðal alkoholista og einhverju svona. Þetta held ég að skipti miklu máli. Já, þetta skiptir öllu máli og það er þetta sem svo mikilvægt að koma í ljós, þessi bata hugmyndafræði sem að í geðinu líka og þetta er bara tengist þessu öllu, að hún byggir á þessari nálgun, það sem við erum á sama leveli. Við erum ekki við erum sama leveli og tölum þannig við fólk, tölum þannig við manneskjur og þú finnur það strax sem manneskja ef það einhver sem horfir í augun á þér en horfir ekki niður á þig eða þú horfir upp til. Þetta svona á þessu leveli og síðan það þessi reynsla og þessi hlustun sem kemur með þessari og það bara þetta eru kraftaverkin og hefur verið notað eins og ert að benda á það bara, þetta reynslan af meðferðarstarfinu hér á landi og víðar, þetta virkar mjög vel. Þetta virkaði í kirkjónum í gamla daga líka, þar voru henni föllnu og fleiri sem að tóka á móti öðrum og einhvern veginn náðu þeir í gegnum eitthvað, það var kannski svona einhverjir hliðarverkanir sem að kannski eru okkur ekki að skapa í dag, en að móti að þá var þetta leiðin, hún virkar og og þessir sálkönnuðir gömlu, þeir sáu þetta líka, Jung og fleiri, þessa tengingu við eitthvað sem dýpra. Það er gott að fara í atferlisfræði og annað, það getur verið gott til að breyta ákveðinni hegðun og fleira, en dýftin, hún svo oft flókin, hún kemur með trausti, hún kemur með því að vera einhvers staðar þar sem mér líður að ég sé öruggur til þess að opna kannski á eitthvað sem falið og erfitt að opna. Og það þessi áföll sem við þurfum ofta að ná að opna og það gerist miklu betur í svona umhverfi heldur en einhverju staðar annar staðar þar sem þú ert ekki með traust eða þú treystir ekki. Þetta held ég sé mjög mikilvægt að tala og ég held að þetta geti opnað svona glugga að nýrri vitneskju hjá sömu fólki sem stríðir við vanda og eitt með vandan, í leynd með vandan. Já, því minnst á áðan, það eru ákveðnar erfðavenjur og engir tveir A-menn eru sammála það hvað má tala hvað varðar AA í fjölmiðlum. Það ekki til þess að einfalda það maður veit ekki alltaf ég svona veltaði fyrir mér hvernig hægt að hvort það eitthvað úrelt í sambandi við við það hvernig við hugsum og svona framkvæmum
þennan kima tilveru okkar af því að kannski er engin leið betri heldur en fjölmiðlar til þess að koma þarna fræðslu á framfæri? Já, ég held að sko, nú ætla ég nú ekki að fara að ræða kannski samtökin eða þannig, ég held að svona sko hvaða sjálfshjálpar samtök sem eru, þau setja sér eitthvað að einhverju reynslu og annað og svo breyta þeim bara einhver staðar með reynslu í huga á einhverjum stórum, það eru stór þing og fleira sem eru kringum það. Ég held að þetta sé sko, kannski maður þurfi bara að skilja að við þurfum að getur þurft á svo mörg að halda í dag. Þú veist, það þessi vandi, hann getur verið þess eðlis að einhver ætlar ekki að drekka eða nota eitthvað, svo það færið frá, en þá þarf hann að fara dýpra í eitthvað, þá þarf hann að gera eitthvað annað, eða hann er líka aðstandandi eða fleira og það ég held að sé aðalega það að viðurkenna það og skilja það að vandinn er margbreytilegur og fólk er misjafnt. Við erum mjög misjöfn bara sem tegund og þurfum getum þurft á svo mörg að halda, en við erum líka svo dómhörða því við trúum því kannski okkar mín leið er lang besta leiðin, bara ef allir myndu gera þetta eða hitt, þá myndi allt verða betra. Ég lærði það sjálfur, ég fór til Danmerkur og var þar starfa í heroínu fyrir, það er að verða 30 ár, ég var þar í 3 ár. Hvað meinarðu starfa í? Ég vann hjá félagsþjónustunni í Kaupmannahöfn, var þar að vinna á því sem að hét Rådgivningscenter Indra eða ráðgjafa miðstöðin í miðbænum og það var mjög harður heimur þar. Þar vann ég með fólki og vorum að gera ýmislegt og þar breyttist svona viðmót mitt gagnvart leiðum. Ég trúði bara mína leið, en ég áttaði mig á því að það væri bara margar aðra leiðir sem fólk væri að fara á, þó að ég sko teldi að mín leið væri best. Að umbera það að einhver annar gerir eitthvað annað, það held ég sé kannski lykillinn og það er eitthvað aðeins að breytast hérna í öllu þessu. Við erum fann að skilja þetta betur. Því við fórum sem heil þjóð fór bara í meðferð einhvern veginn, bara 1977 þá gerðist það. Eitt sannleikur. Já, en hann hjálpaði og bjargaði, þú getur ímyndað hvað bjargaði mörgum, því þetta er náttúrulega þessi þjóð var svona hún er túraþjóð í alla staði. Við gerðum það með því að banna eina tegund og passa okkur að drekka bara á föstum og lögdögum. En við sem að drukkum mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, við vorum bara álitnir rónar meðan að það fólk var kannski bara sko ræðilegt á föstum og lögdögum. Þetta var svona samfélag sem þurfti á því að halda breyttist mjög. En núna er við öðruvísi samfélag, við erum opnara samfélag og orðin þjóðleg, það er alls konar multikulti hérna sem við þurfum að átta okkur á að við erum og þannig verðum við að ná þetta umburðarlyndi að skilja annað fólk, hvort sem að kemur úr miðflokknum úr Skagafirði eða kemur frá Kúrdistan, að einhvern veginn að ná því að það er svo margt sem að þú hefur sem getur lagt til málana, en trúðu bara þinni leið og leiðuðu henni að vera, en á móti þá segi ég að hluti þurfa að þróast og það er alveg rétt hjá þér. En það er bara spurning, ég ætla alltaf ekki að leggja til hvernig þá þurfa að breyta það með því. Sko, eitt er nafnleindaregla sem maður skilur alveg. En annað er svona ákveðið pukur í kringum sumt sem er bara tímabært að sleppa tökunum. Já, ég held að sko leiðin fyrir því til að breyta því er að taka mig þátt þá á þeim vettvangi sem hægt er að breyta því. En ég skil alveg það getur verið vafist fyrir manni og allt það. Það eru svona ákveðnar þumaputtareglu sem að þeir hafa nú hérna í tengslu með samtökin veit ég vinn eftir og fleira og það koma ábendingar og ég hef skrifað texta og það sem að koma ábendingar breyta texta á annað út af einhverju og þá bara reynir maður að verða við því að en ég skil alveg hvað þetta koma með þetta og ég sko mín afstæð til þess er að svona ég held að sé meira sko eins og ég líti á það þá þurfum við að fara að horfa meira á ytri aðstæður fólks að því að hinn aðferðin og það er það sem ég hef svolítið gagnrýnt svona nálgun oft á með þetta sé þessi króníski heilasjúkdómur
Sko, það alveg þannig að fólk getur kannski ekki drukkið og ætti ekki að drekka og getur ekki drukkið aftur. Það alveg, ég skil það, en hvaðan það kemur, hver uppsprettan og hvaðan hvers vegna, því auðvitað eru miklu meiri líkur á því að þú býrð í alkohólísku samfélagi eða alkohólísku heimili eða annað, þá miklu meiri líkur á því að þú lífið verði flókið, af því að þú bara fara að nota sjálfur. En genamálið er bara, ég finnst að við að draga úr því. Og við maður farin að hlúa þessu umhverfi betur. Já, og hér var líka geðlæknir á dögunum sem ég spjallaði við sem sagði að tengsl áfalla og alkohólisma væru ofmetin. Það stundum hefur gengið svo sannleikur að allir fíklar, allir alkar hljóta hafa gengið fyrir áfall hvort sem þeir gera sig grein fyrir því eða ekki. Það bara hljóta að vera eitthvað. Ég held að það alveg rétt. Það þetta, þú veist, við erum bara misjöfn. Sumir bara þróa með sér eitthvað. Og bara eru þannig og það getur einmitt verið að við séum bara alveg svo sumir bara þegar ég fæ mig kóræðandir að þá bara bragðast það mjög vel hjá mér en dóttur mín bara getur ekki borðað það því það bara svo sápa í hennar munni það alveg rétt hins vegar höfum við bara ekki sinnt, þú veist við tölum allir þessi áföll en við sinnum ekki það sem við erum að ræða hérna hvernig getum við komið í veg fyrir því þú kemur ekki í veg fyrir einhver áföll sem einhver verður fyrir bíl eða eitthvað skilur sem bara þessi slys lífsins. En hvernig kom í veg fyrir það að fólk í fátækt eða ríkidæmi, því það alveg ríkidæmi getur haft mikil áhrif á það líka. Þú veist, verður þyrftur að bara þú þar alltaf jól, þá aldrei jól. Eða alltaf sunnudagur og aldrei sunnudagur. Eða þú veist, þetta verður allt svo innantómt. Eða þú átt ekki fyrir neinu og það alls konar jaðar hegðun sem fylgir því getur fylgt því og það bara ýmislegt hversan vændi og hversan eru þessi hlutir það oft tengt einhvers konar neyð og örbirgð og annað og það þetta að svoleiðis umhverfi það áhættu þáttur fyrir það að bara, þú veist, fangelsi snömbar bara deyja langt fyrir tíman fá aðra lífstilstengda sjúkdóma hjartaáföll, allt þetta heilablóðföll og þetta fíknin og drykkjan og allt þetta sem þannig ég held sér alveg rétt að má ekki ofmeta neitt en það algjörlega búið að ofmeta það að allt sé bara frá einhvers staðar bara í einhvers staðar inn í þér og þá bara ertu að þú drekkur eitt sopa þá máttu drekka bara þig til dauða já, ég allan í mínu tilfelli byrjaði ekki að drekka vegna bara þess að eitthvað, það var bara, þú veist, þegar ég drakka þá mér leið betur að því mér leið ömurlega var lítið barn, sko og það var ekki út af því að ég væri með í heilasjúkdóm, sko. Ég held þú hafi sagt einhverju viðtali einhver tíman að ég vona þess ekki vandræðilegt fyrir þegar ég rifið það upp. Nei, það ekki. Þú pissaðir undir og einhver skrifaði ámælisverð hegðun. Var það ekki einhvern veginn þannig? Jú, það var nú kannski ekki þannig. Ég pissaði undir sem barn en ekki vegna ámælisverðar hegðunar. Ég bara segja, sko, ég kem í skólan og þar fæ ég alltaf hegðun ábótavant. Já, hegðun ábótavant. En sko staðan og einmitt og pissaði undir langt, þú veist. Ég man eftir því skilur þú veist og það segir alveg sko þegar börn eru með svona sko líður svona og að sýna ákveðna hegðun það skólakerfið ennþá í vandræði með þetta það eru frábæri skólar og frábæri kennarar og margt gott en við erum sko þessna þú veist ef við sýnum öllum mild og kærleika þegar við mætum þeim þá er miklu meiri líkur á að það fari vel ég held að mörg börn og bara fullorðnir en tölum við börnin þau í skólanum og það hegðun sem þú sýnir sem kannski ekki æskileg en hverju ert að sýna þessa hegðun og öll pissum við undir í einhverjum skilningi allt fram á síðustu ár staðhæfi ég Já, allt fram á síðustu ár býtu hvort við síðustu ár pissum við ekki mest undir þegar við erum að það þessi alveg þá erum við bleiu Já, þá hinn lokað Já, þá hinn lokað Já, einmitt Grímur, það alltaf frábært að fá þig hér að rauðaborðinu á samstöðinni og virkilega ánægjulegt hvað þú hefur svona án tefluskapar, nota mannamál mikil ástríða í því sem þú segir ég enn að hugsa færsluna þín á Facebook daginn þar sem þú sagðir að enginn hefði ennþá látist úr fjölþættri ógn sem þá var mjög í tísku en raktir einmitt öll dauðsföll unga fólksins endilega bara haltu áfram að gera það sem þú ert að gera og takk fyrir að koma á samstöðina Takk fyrir mig
Og áfram veginn, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kapli eftir andartak, ekki fara langt. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.